Já, ég minna á eftir fáum við hingað Kristinn H. Gunnarsson, fyrrverandi alþingi sem hann ætlar að kynna hugmyndir sem að fólk aðalega vestan að leggja fram lausn deiluna sjávarútveg. En við byrjum hér með Maríu Jónsdóttur og María, við ætlum að tala fátækt á Íslandi. Já. Og ég ætla nú eiginlega bara biðja þig að byrja því að segja smá deila á sjálfu þér og hversu þú ert komin í þáttinn. Ég fátækur Íslendingur í dag, afleiðing af hruninu og búin að kynnast þessu mjög náið að vera bláfátæk og eigi ekki fyrir mat í 2 ár. En ég fyrrverandi fjármálastjóri, fyrrverandi bókari, mikla starfsreynslu í að reka fyrirtæki. Ég fyrrverandi nemi í arkitektúr og nú ég hér. Já. Og mér langar að fjalla þetta málefni sem svo vinsælt. Ráðamenn þjóðarinnar og þeir sem hafa með þessi mál að gera lifa bara í blekkingu. Þeir vilja ekki að sannleikurinn komi upp. Og þess vegna ég komin hingað því að ég tel að þetta sé nálagt 15.000 heimil í dag sem í vandræðum með að eiga fyrir mat. Sem eru glíma við fátækt? Já. 15.000 heimil? Nú ég bara að tala sem glíma við það vanda að eiga ekki fyrir mat. Já. Og í vandræðum. Eftir hrun, þessi 2 ár sem eru liðin, fólk hefur verið að bjarga sér. Og nú sjáum við það bara að aukalífeyrinn, það búið að leysa út 15 milljarða. Og þeir sem eru að leysa út þennan aukalífeyri, þetta eru barnafjölskyldur og venjulegt fólk, einstaklingar. Þessi peningur búinn. Svo getum við horft á eignarhlutann í heimilum landsmanna því að við höfum alltaf átt eignir, við höfum verið duglega að vinna okkur upp og vera með í húsnæði, 70% af þjóðinni. 78% af þjóðinni áttu eigið húsnæði 2007. Það var komið niður í 70% 2008, en við erum að tala það að fólk á leigumarkaði bara 20-30% af þjóðinni, heimilum landsmanna. Og heimilum landsmanna eru 130.000, þannig að við getum bara séð hvað hrikaleg skelfing að gerast hér að yfir 50.000 heimili ná ekki að endur saman. Það má ekkert óvænt koma upp á. En ég vil benda ráðamönnum og velferðarkerfinu á það að af hverju eru bara búin að vera svona fáir að þiggja mat. Fjölmiðlar fylgjast bara með tölunni, hvað eru margir í biðröð? Og það vísvitandi umræða búin að vera þannig að fólk, það vera ala á því að það sé skömm að að nýta sjálfsbjarga viðleitnina að bjarga sér. Og það verið að fæla fólk frá því að fara að þiggja mat sem eini sjálfsagði hluturinn í dag að fara, ef þú átt ekki fyrir mat, þá átt þú að fara og þiggja matinn. Með því hjálpust við líka að afhjúpa hvað þetta orðið hrikalegt vandamál. Fólk að selja húsgögnin sín. Fólk að selja tæki sín, kaffivélin og annað. Fólk fer síðan í góða hirðirinn og kaupir nauðsynjavörurnar svo að sé ekki tóm heimilin. Og ég að tala bæði barnafjölskyldur og einstaklinga, gamla fólki okkar, sem að bjarga sér. Það svona rosalega mikið þöggur í kringum þetta? Já. Og hver skýringin á því? Sko, skýringin svo að Íslendingar eru einstök þjóð. Við erum svo duglega að bjarga okkur. Við getum átt von á eldgosi eða jarðskjálfta eftir og við sitjum bara sallaróleg og við björgum okkur þegar þar að kemur. Og í þessu máli, fátæktinni, höfum við bjarga okkur það mikið á þessum 2 árum að það ætti að verðlauna fólk fyrir. Það búið að fara í vasan hjá mömmu og pappa, það búið að fá lán hjá ættingum og vinum, því að ég ætla að benda á það að eignaupptakan á heimilum landsmanna, sem framleitt af stjórnvöldum, að þetta ekkert smá högg að lendi í því, og nú tala ég sem eigin reynslu, að lendi í því að vera í stöðum ótta að lenda lánstraust, því að þú hefur bara nokkra vikur eða mánuði þar. Og það að upplifa núna eftir góðari þetta að þú getur ekki fengið auka heimild, þú fari ekki 10.000, þú fari ekki krónu, námsmenn fá ekki neitt.
þetta svo skelfilegt, það eins og við höfum verið bara í rally á kappakstursbraut og síðan bara stoppaði bíllinn. Það stoppaði hér það að reka heimili og það sem að ég ætla að fjalla hérna þetta svo stór hópur, Egill. Ef við tölum núna atvinnuleysis hópinn. Hvaða hópar eru þetta, segir Í fátækt. Atvinnuleysishópurinn verst setti hópurinn í fátækt öryrkjar. Og ég ætla að tala betur um það eftir. Þar á eftir eldri borgarar. Síðan þetta menn, einir, að reka heimili og borga meðlög. Þetta alveg hrikalegur hópur, því að þetta var hópurinn sem var líka fyrir hrun. 2007 var í einni hjálparstofnun 170 manns að þiggja mat. Árið 2008 voru það 250 heimili. Í dag þetta nýjasta tala fjölda, þrátt fyrir að fjölmiðlar og umræðan það að þetta svo mikið skömm að fólk eigi ekki að fara þarna, voru 1100 heimili hjá einni hjálparstofnun núna í janúar. Og ég segi bara að hópurinn sem atvinnulaus, þar komum við bara venjulegu fólki, stærstu hópurinn af þessu venjulegu fólk. Það kom nýlega í fjölmiðlum að stærstu hópurinn af atvinnulausum væri ungt fólk með grunnskólamenntun. Þetta bara rangt. Þessi hópur innan við 3000 manns. Stærsti hópurinn, 7000 manns, fólk á aldrinum 25 til 60. Eða 55, ég man ekki alveg. Ég ætla ekki að fara alveg orðrétt með þetta. Stærsti hópurinn af atvinnulausu fólki fólk með heimili. Þannig að þetta rangt að reyna að halda því úti að þetta atvinnuleysi sé ekkert svo slæmt. Fyrir utan það að ég vil benda á það að við getum miðað við að 50% það eru 13.500 manns atvinnulausir í dag. Í september voru það 12.700 og það var sagt að það væri farið minnkandi. Staðreyndin, það hefur aukist. Og ég ætla að benda það á síðustu 2 árum hefur 7.000 Íslendinga manns flutt frá landinu. Þetta ekki bara litlu börnin. Stór hluti af þessu 7.000 manns eru fólk á vinnumarkaðinum og ef við deilum í tvennt þá þetta allavega 3.000 fyrirvinnur og bætum því við til að vera sanngjöld 13.500 atvinnulaust fólk, við erum konið í 16.000. Svo vil ég nefna á sveitafélögum landsins, þar falið atvinnuleysi og það konkrít að það ykkurst á milli 2.300 manns því að það nóg að fara bara í skýrslu hjá Reykjavíkurborg sem ný, gerðum fátækt, að þar kemur fram að á Reykjavíkurborg eru 2.500 bótaþegar, þar af 1.300 í atvinnuleit. Það bara ég þar. Og akkur ekki verið að tala sannleikann í því að við erum nálægt 20.000 manns atvinnulaus hér. Vandinn ekkert lítill, en það sem ég ætla ekki að leysa fyrir stjórnvöld, hvernig þeir ætla að reka ríkiskassa sinn, heldur ætla ég að benda á hvað þetta orðið hræðilegt ástand. Og nú vil ég nefna það að sá sem atvinnulaus fær 147.000 í bætur. Þessi aðili borgar í lífeyrissjóðu sinn, auka gjöld, síðan borgar hann í skatta. Þannig að útborgað 137.000 fyrir atvinnulausan einstakling. Við erum að tala 13.500 manns. Segjum að helmingur af þeim hafi fyrirvinnu. Kannski. Þá erum við að tala þarna 6.000 manns sem á ekki mat. Það ekki fræðilegu möguleiki að þessi hópur eigi fyrir mat. Þarna ég komið með 6.000. Það þarf að borga húsnæði. Já, að því þó að þú eigir ekki húsnæði og lánin í frystingu. Það góða vil það, ef þú lendir í að vera atvinnulaus, þá færðu frystingu á húsnæðislánum í 2 ár. Með mikilli eftirleitni færðu 3 ár. Heyrðu, núna frá hruni, frá 2008, erum við komin á þetta limit. Nú að opnast fyrir þetta að bankarnir og íbúðalánasjóður neiti fólku frystingu og atvinnulausa fólki, allt í kringum okkur, það að fara að missa eigur sínar á brunaútsölu. En þú ert að lýsa algjör neyðarástandi hjá stórum hluta fólks. Heyrðu, ég bara rétt að byrja. Nú ég komið með atvinnulausa hópinn, Egill, og ég kalli þetta hamfarir. Og stjórnvöld, ég á ekki til eitt aukatekju orð yfir að þau loki augun fyrir þessu. Það sem að skattpíningin, nú skulum við bara byrja á, ef ég væri Steingrímur, þá myndi ég redda þessu næsta mánaðamót.
Ég myndi hækka skattleysismörk, fólk veit það ekki. Skattleysismörk hjá okkur sem vinnum í þessu landi eru 114.000 og skatturinn er 40%, þannig að við erum að tala um það að 180.000 krónur er peningur sem öryrkjar fá. Sem sagt, það er fín tala. En við skulum ekki gleyma því að þau fá bara 150.000 útborga því að það er tekið skattur af þessu. Við erum að skattleggja hérna fólk í hjólastólum, fólk sem þarf að borga sjálft fyrir nuddið sitt og sundið og læknaþjónustu. Ég hélt, ég var bara svo vitlaus, ég hélt þetta væri allt frítt. Ég hélt að öryrkjar, við getum tekið hópana og greint á að sumir gæti alveg borga fyrir, en þegar ég er að komast að því núna að manneskja í hjólastól sem að þarf að borga fyrir sig í sjúkranudd 3-5 sinnum í viku, hún þarf að borga fyrir það. Hún þarf að borga fyrir sundi til að hreyfa sig. Hún þarf að borga fyrir læknaþjónustu þó að sé lágt. En hvað eru við að gera með að pína þetta fólk? Og Steingrímur og Jóhanna, þau eru að gera það. Græðgin er að ná allstaðar í þessa skatta og tekjur, að þetta er algjörlega farið úr böndunum á mínu viti. Og ég segi bara enn og aftur, öryrkjar með 180.000, af því það er búið að vera svo hræðileg umræða núna í desember öryrkjana. Þeir sem eru með hærri en 180.000 í tekjur, þær tekjur koma frá lífeyrissjóði þessa fólks. Þetta kemur ekki úr ríkiskassanum. Þannig að við þurfum, þjóðin þarf ekki að vera svona reið á því að vera að sjá fyrir þessu fólki. Þetta er minni hlutinn og það er fólk sem hefur orðið fyrir slysum, ungt fólk, fólk sem eru með líkamlega fötlun frá byrjun. Þetta er ekkert svo margir. Þetta er kannski 20-25% öryrkjum. Og við erum að tala um öryrkjar eru 15.700 manns í dag. Og minnsti hópurinn er þetta sem eru algjöru þiggjendur.